Komið sælir, kæru fiskar. Spilin ykkar komin á borðið og þetta lögn eða lestur sem ég kalla bara stutt og laggott svona þína stöðu. Og þá skulum við bara byrja að kíkja. Það fyrsta sem spilin segja mér, kæri fiskur, sigur eftir tímabil þar sem þér leið eins og þú værir sigraður. Að fara úr ósigri í sigur afskaplega sterkur leikur og aðal munurinn þar á milli sá að ósigurinn hefur verið í höfðinu á þér, í hugsunum þínum og í neikvæðum innri röddum sem þú hefur hlustað á. En sigurinn fólginn í því að finna fyrir þínum innri eldi, að finna hvernig krafturinn kraumar í þér og að finna hvernig allt virkar. Það eins og þú sért með vita innra með þér sem að lýsir þig upp að innan og þú stafar frá þér birtu og ljósi sem að lýsir þér leiðina áfram. Þetta ljós sjá líka aðrir. En þetta ljós væri ekki tilkomið nema vegna þess sem þú hefur gengið í gegnum í fortíðinni. Hversu langt aftur í fortíðinni veit ég ekki. Fyrir einhverju ykkar kæru fiskar þetta ef til vill nokkrir dagar eða nokkra vikur. En fyrir aðra ykkar þetta lengra aftur, jafnvel einhver ár. Það fer allt eftir því hver þú ert og hvað þú hefur upplifað á þínu æviskeiði í þetta sinn. Það betra en orðfá lýst að þér hafi tekist að sigrast á þessum neikvæðu hugsunum vegna þess að þær hafa dregið þig niður og þær hafa talið þig trúum að ekkert sem þú gerðir væri nógu gott. Þær hafa dregið úr sjálfsálitinu þínu, sjálfstraustinu þínu og þær hafa fengið þig til að smætta sjálfa þig niður í einhverja stærð sem að engin manneskja á í raun og veru að vera í. Svo kröftugar hafa þessar hugsanir verið og þetta getur verið varðandi eitthvað ákveðið mál sem þú hefur verið að kljást við, kæri fiskur, varðandi ákveðið tímabil í lífið þínu þar sem hafa verið miklir erfiðleikar og hver ógæfan hefur rekið aðra, eða þetta hafa verið tilfinningalegir ósigrar sem að hafa fengið þig til að spíralla svolítið niður á við. En hvað sem því líður, það tilheyrir fortíðinni. Og eins og ég sagði, það afskaplega mikilvægt að þú ert komin upp úr þessu og stendur núna með pálmann í höndunum, eins og sá mikli sigurvegari sem þú ert. Fiskarnir upp til hópa afskaplega viðkvæmir, þó þeir beri ekki endilega tilfinningar sína á torg eða beri það utan á sér.
Þannig að við vitum ekkert alltaf hvað er undir niðri hjá ykkur, elskurnar mínar. En það sem kemur hér í kjölfarið á þessum sigri og þessari vellíðan og þessu innra ljósi sem að núna fær að njóta sín, það er mikil tilfinningaleg vellíðan, talandi um tilfinningar. Drottning tilfinningana kemur hér sem framtíðarspil. Hún er afskaplega sterk og öflug tilfinningavera. Hún skynjar tilfinningar annara oft eins og sínar eigin. Þetta er manneskjan í tarotspilunum sem er skyggn, sér og heyrir og skynjar það sem aðrir ekki endilega sjá, heyra eða skynja. Og þetta er manneskjan sem þú getur sagt alltaf létta. Þetta er manneskjan sem hugreistir þig og þetta er sú sem getur gefið þér ráð eins og hún væri að ráðleggja börnunum sínum frá sínum innstu hjartarótum. Því hún kann ekki að gera hlutina öðruvísi. Orka þessa spils ber allt þetta í sér og meira til. Og þetta getur verið orka sem þú ert að fara að standa frammi fyrir, kæri fiskur, í einu eða öðru formi. Þetta getur verið umbreyting á þér sjálfum, þannig að þú ert að fara inn í þessa orku með þig og ljósið þitt. Þannig að þú standir algjörlega kröftugur og heill uppi. Þetta getur líka verið manneskja. Drottning er hér í spilinu og þess vegna eru líkur á því að þetta sé kona. En það getur verið hvort heldur sem er, kona eða kall. Það er einungis kvenorkan hér sem að gildir. Veljan í tilfinningunum er ekkert alltaf sjálfsögð og það er ekkert allir sem upplifa tilfinningalega veljan á hverjum degi, skulum við segja. Það koma tímabil þar sem okkur líður betur en á öðrum tímabilum. Það geta komið dagar þar sem við erum á hátindi tilfinninga okkar. Fólk sem er ástfangið svífur stundum í tilfinningavímu. Foreldrar bera ómældar tilfinningar oft til barnanna sinna og lýsa því sem hápunkti tilfinningalegra upplifunar. Hvað það er í þínu tilviki veit ég ekki nákvæmlega, en það átt þú eftir að sjá og upplifa, kæri fiskur. Rúnaspilið þitt hér boðar mikla breytingar í lífið þínu. Og vissulega er þetta breyting að fara úr ósigri í drottninguna í bikurum. Hér stendur ef til vill boðar Eivas, sem er rúnin, þér aðseturskipti og bættan hag í atvinnu. Bjartsýni af þinni hálfu á nú fullan rétt á sér, þar sem allt virðist stefna upp á við, bæði í andlegum og veraldlegum skilningi. Allt tengist þetta tilfinningalegri vellíðan. Þannig að spilin þín eru svo sannarlega að tala hérna saman, kæri fiskur. Stingdu út stefnuna og haltu strikinu til enda. Það sem þú ert að gera núna er að færa þig á réttan stað. Þannig að ég segi við þig eins og ég sagði hérna áðan við systurmerkið þitt, mér minnir að það hafi verið sportdrekinn. Haltu þínu striki og þú átt eftir að upplifa djúpar og góðar tilfinningar.
Þakka þér fyrir að horfa og hlusta, kæri sporðdreki, gangið sem allra best. Ljós og kærleikur.